Sigríður, það eru 3 konur sem að alltaf hafa vakið áhuga minn, frænkur mínar, dætur Snorra Sturlusonar. Hvað segir þær? Það er 8 bátt. Já. Hallbera er gefin, hann eiginlega notar eins og skiptimynd. Já. Hallbera gefin Árna Órauðu og hún er með honum í nokkur ár og þá skilar hann henni. Þá tekur Snorri pabbinar það til bragðs að gefa hana Kolbeini unga, sem er miklu yngri en hún. En áspyrningar ráðstafa því þannig, kannski var það Sighvatur, bróðir hans, sem réði því að þau giftust og nokkrum ára síðar, 5 ára síðar, þá er hann búinn að skila henni. Hvað hrjáði Hallberu veit maður ekki, en ég hef alltaf vorkennt henni mjög mikið. Ingibjörg sem giftist Gissuri, hún virðist hafa farið ágætlega út úr þessu hjónabandi. Það er allavega, hún kemur ekki mikið við sögu og það er svona friðsemd yfir henni, myndi ég túlka. Já, hún kemur eiginlega ekkert við sögu eftir hún nánast skilnaðinn, sko. ekkert. Það veit enginn hvað varð hana. Nei, hún hverfur einhvern veginn úr sögunni. En Þórdís, hún á ekki sín örlög skilið. Hún er gift Þorvaldi Vatnsfirðingi sem er í mínum huga eitt mesta illmenni sögunar. Miklu yngri, 45 ára. 5 árum yngri. Já. Eignast með honum miskosti 2 syni. Son og dóttur. Son og dóttur, já, fyrirgefðu. Einar á hvolfinu. Einar á hvolfinu. En þvílíkt hörmungar hjónaband held ég hafi verið. Hugsa ég þegar ég maður les söguna. Vegna þessara dætra sinna og ráðstafana hans Snorra gagnvart þeim, það hefur hann bara aldrei almennilega verið í uppáhaldi hjá mér. Það er bara þannig. Þrátt fyrir hvað hann er flinkur og fær, skrifari, verkstýrir ritun bókmennta sem að nánast skoði einstæður í heiminum. Þrátt fyrir það þá get ég ekki hort á hann með þeim augum að hann sé mikilmenni. Vegna þessara afstöðu til dætra sinna, þessara Já. að það er eins og skiptimynd í hans huga. Já, mér finnst þetta, en þetta er auðvitað tíðrandinn. Það var ekkert við það aðtuga sennilega á þeim tíma, en frá augum nútímans þá er þetta bara hryllingur. Segðu mér, Sigríður, af því að þá spyr ég þig, hver er þín uppáhaldspersóna í Sturlungu? Það er Oddur Þórarinsson. Hefur alltaf verið. Já. Sennilega bara af því að hann er svo flottur og fínn hérna. Ég er náttúrulega, þegar ég las Sturlungu fyrst, þá held ég var ég bara táningur og glefsaði bara í hana, eins og maður gerir. Og þá kynntist ég Oddi og þessum flinka og færa vopnfirma unga manni. Já. Sem kemur og leysir af sjálfan jarlinn, nánast. Hann er ætt Svínfellinga og kemur hérna inn í héraðið svona eins og bara eiginlega hálfpartinn eins og prins. Heldur vel utan ríki áspyrninga og gerir garðinn frægan og svo er hann náttúrulega drepinn, svo allir hérna efnilegir ungi menn á þessum tíma nánast. Hann var of vígalegur til þess að þeir gætu látið hann í friði, Eyjólfur og Hrafn Oddsson. Enda var hann náttúrulega á eftir brennumönnum frá Flugumýri. En hann giftist henni Randalín og hann fer frá henni bara eftir nokkur ára hjónaband. En þessi Randalín sem er mikil uppáhaldspersóna líka hjá mér, hún bara kemur ekki við sögu Sturlunga svo mikið. En eftirleikurinn, af því að Heinrekur biskup, hann bannfærir Odd og Oddur náttúrulega reyndi að hrekja það og meira sé að setti kallinn Heinrek biskup í varðhald í virkinu á Flugumýri. Bannið var út af fáránlega léttvægum hlut, hann hafði verið að gera upp Féránstóm í Hvammi í Vatnsdal. En hann er sem sagt deyr í banni, hann er grafinn hálfu undir kirkjugarðsvegg á Seilu. Og eftirleikurinn er svo ótrúlegur. Það er eiginlega að gera sögu Odds svo sterka, finnst mér, að Randalín mörgum árum seinna fær leyfi til þess að grafa hann upp og flytja suður á land
Þau borga vel fyrir það. Borgaði allt sem hún átti, bara. En hvaða persóna er verst við í Sturlungu? Þetta er mjög góð spurning. Mér er ekki svo mikið illa við neitt, sérstaklega. Nema kannski Guðmund góða. Já, þar eru við alveg ósammála. Já. En þér er svo illa við Guðmund góða? Já, hann er mikill óþurftamaður Guðmund góði. Segðu mér hverju. Hann er svona rótin af öllum vandræðanum sem urðu hér bara á Norðurlandi að Hólastifti á 13. öldinni. Hann er fulltrúi kirkjunar sem að stendur á bakvið öll vandræðin sem eru raunverulega að gerast á 13. öld. Já. Vegna þess að hann er að fara fram með boð og bönn sem að eru erlendis frá auðvitað, því að kirkjan er stofnun sem að lítur páfanum í Róm með erkibiskupinn Niðurlósi á þeim tíma sem stærsta valdhafan. Og hann er raunverulega þetta fulltrúi þessa erlenda valds, þótt hann sé kirkjana maður. Hann verður það. Hann verður það. Þannig já, mér er frekar illa við Guðmund góða. En hvað er merkilega? Má maður segja það? Já, það er allt leyfilegt. En hvað er merkilegast atburður aldarinnar? Já, það er held ég þessi asnagangur hjá hann Sturlu Sighvatssyni þegar hann boðaði Gissur að Apavatni. Að það sé merkilegast atburðurinn? Það er stór undarlegt að hann skuli hafa gert þetta. Það er svo mikið oflæti sem er í þessu og það hafði svo rosalega afleiðingar. Já, ég myndi segja að það væri mest mistök aldarinnar.